Hvers vegna barátta kvenna fellandi uppruna mikilvæg í kvennafríinu? Konur af erlendum uppruna lifa við tvöfalt misrétti vegna bæði þjóðernis og kyns. Árið 2005 létu konur af erlendum uppruna heyra röddina sína opinberlega í kvennafrí í fyrsta sinn og sérstökum áskorunum þeirra, bæði sem konur og innflytjendur. Við höfum ekki allar efni á dýrum námskeiðum sem framfara á kvöldin eftir 10 tíma vinnudag. En markviss fyrstu þátttöku þeirra var líka að senda skýrt skilaboð til Íslands samfélags. Við erum líka hér í dag til að fagna með ykkur og að sýna að við litum ekki á okkur eins og fórnarlömb. Erlendar konur sem hafa komið hingað hafa flestar komist yfir háar hindranir. Þær eru sterkar og þær hafa eitthvað fram að færa. Síðan árið 2005 hafa konur af erlendum uppruna verið að bæta sína rödd í kvennahreyfingunni. Ég skil pínulítla íslensku, en ég skil þetta. Konur eru líka mannfólk. En MeToo-bylgjan hefur sinn grímu við stöðu kvenna af erlendum uppruna við kynbundið ofbeldi á Íslandi. Verðskuldaða athygli vakti í fyrra á að konum af erlendum uppruna líkt og innfæddar baráttusystur að berjast fyrir launajafnrétti, en auk þess þurfa þær að berjast fyrir líkamlegu frelsi sínu, að vera ekki fórnarlömb mansals, berjast gegn gröfu ofbeldi og ómannúðlegu meðferð á vinnustað. Mikilvæg fyrir þá að tengja gleðinni og hressum íslenskum konum. Þetta magnað að taka þátt í stærsta saumaklúbb Íslands. Í dag tók ég strætó frá Hafnarfirði eins og tengdamóðir mín gerði fyrir 48 árum til að hitta frængur og vinkonur, til að standa hlið við hlið með öðrum konum. Þátttaka þeirra orðin hluti af kvennahreyfingu en ekki alltaf sjálfsögð. 15 ár síðar, margar konur af erlendum uppruna geta ekki tekið þátt í kvennafríinu eins og íslenskar systur þeirra. Í kvennafrín 2018 horfði ég á glæðveran hóp safna að konur eins og ég væru hluti af þessari baráttu. 7 árum síðar þá geta mörg okkar ekki tekið það. En röddin þeirra komin til að vera. Við erum orðnar hluti af samfélaginu og af þessari kvennahreyfingu og við stöndum saman í baráttunni. Við hættum ekki fyrr en réttindi okkar eru komin til að vera. Og áfram stelpur!